Fyrirtækjaeigandi á Mývatni telur sig hafa orðið fyrir tugmilljóna króna tjóni vegna rafmagnstruflana í dreifikerfinu í gær. Vel á annað 100 tjónstilkynningar hafa borist. 9 voru drepnir í loftárás Ísraels á íbúðablokk í Beirút í nótt. 7 þeirra voru heilbrigðisstarfsmenn. Átök sunnar í Líbanon héldu sömuleiðis áfram með mannfalli á báða bóga. Flýta má kosningum fram á vor eða jafnvel fyrr ef ekki tekst að koma mikilvægum málum í gegnum þing og ríkisstjórn, segir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Dósent í stjórnmálafræði segir ríkisstjórnarsetu alltaf ávísun á óvinsældir. Bryndís Klara var traust og hjálpsöm og vildi öllum vel, segir besta vinkona hennar. Andlát hennar megi ekki verða til einskis. Samfélagið þurfa að breytast til að koma í veg fyrir ofbeldi meðal barna. Leiðsögumaður var staðinn að því að fara með broddalausa ferðamenn í ísjallaskoðun í vikunni. Vatnajökulsþjóðgarður lítur málið alvarlegum augum en fyrirtækið segist hafa tekið á málinu. Komið þið sæl. Dæmi eru fyrirtæki á Mývatni sem telur sig að hafa orðið fyrir tugmilljóna króna tjóni vegna bilunar í raforkukerfi Landsnets í gær. Ráðherra orkumála segir atvikið sýna þörfina á að klára lagningu raforkustrengja svo koma megi í veg fyrir að svona endurtaki sig. Álag jókst skyndilega á raforkukerfi í gær þegar mikil spennubreyting varð í kerfum Landsnets, einkum á Norðurlandi. Forstjóri Landsnets segir ekki sé hægt að treysta á 50 ára gamla byggðalínu og hún sé að hluta til skýringin á hvernig fór. Öll sveitarfélög, allir hagaðilar verða að spila með í því að styrkja orkuöryggi þjóðarinnar. Dráttur á úrbótum muni koma niður á allri þjóðinni. Og það er ekki boðlegt. Og ef að þeir aðilar sem eru með völdin núna fara þannig með þau að það fari bara þvert gegn þjóðarhagsmunum, nú þá þurfum við að hugsa það upp á nýtt. Ekki er enn að fullu ljóst hvað olli biluninni. Rúmlega 100 tilkynningar tjón höfðu borist RARIK í dag og búist er við að þeim eigi eftir að fjölga. Fjórðungur þeirra er úr Mývatnssveit. Það eru til dæmis, það eru ljós, það eru ísar, það eru þvottavélar, það er stýribúnaður í ýmsar dælur og hringrásadælur í golfhytta virðast vera mikið farnar og stýribúnaður sem tengist þeim. Ragnheiður segist ekki hafa nákvæma tölur tjón, en það sé mikið. Ég get nú ekki sagt í hvaða upphæðum þetta væri en ég hef talað við fyrirtækjaeigendur sem að telur sig til dæmis hafa orðið fyrir 20 milljóna króna tjóni. Yfirvöld í Beirút í Líbanon segja Ísraels her hafa drepið 9 manns í sprengjuárás nærri miðborginni í nótt. Árásin var gerð á íbúðarhúsnæði og af þeim 9 sem voru drepnir voru 7 sjúkraflutningamenn. Árásir héldu síðan áfram víðar borgina í dag og segist Ísraels her hafa sprengt höfuðstöðvar njósnadeildar Hezbollah samtakana. Á sama tíma harðna átök við landamæri Ísraels og Líbanons þar sem Ísraels her og vígamenn Hezbollah hafa háð á blóðuga skotbardaga. Nú oddur þessi sprengju árás í miðhluta Beirút, hún er gerð, er það ekki á mjög þéttbýlu svæði? Jú, það gefur auðvitað að þarna vera að ráðast á svæði þar sem að liggur fyrir að það er mikil hætta á að almennir borgarar séu drepnir. Við sjáum það eiginlega bara best á gervihnattamyndum, Jóhanna, hvað Beirút er þétt borg. Það búa þarna 2 milljónir á stór höfuðborgarsvæðinu. Þarna efst á skjánum sést miðborg Beirút og þar var þessi árás gerð í nótt. Og ekki ígjalangt frá má finna menningarverðmæti, til dæmis gamlar byggingar, skrifstofur æðstu stjórnsýslueininga í Líbanon og síðan skrifstofur Sameinuðu þjóðanna. Og svo sunnar hérna á skjánum í Dahé-hverfi, þar telja Ísraelar að Hezbollah hafi hreiðrað sig og svona þungi loftárása er gerður á þetta útkverfi í suðurhluta Beirút og þarna er sömuleiðis mjög þéttbýlt. En þetta er í Beirút og svo er landhernaður við landamærin, ekki satt? Jú, og á þessu korti sem við sjáum hér á skjánum þá sést hvernig landhernaðurinn á sér stað við landamærin. Ísraelar hafa fikrað sér svona ögn norðar með hverjum deginum og eiga í skotbardum við vígamenn Hezbollah samtakana á þessum stöðum sem að merktir eru hérna einu. Þetta er alls ekki tæmandi listi, það er mjög erfitt að svona kortleggja þetta nákvæmlega og þetta er mjög breytilegt dag frá degi. Og við sjáum þetta líka svæði sem að Ísraels hefur rýmt eða skipað fólki að rýma. Þarna býr mikið af fólki, það eru tugir þorpa sem að þarna eru
og þarna hefur fólk þurft að bara flýja og taka allt sitt og færa sig sitt og það talið að í Líbanon að þá séu alltaf 1,2 milljónir manna sem hafa flúið og eru á vergangi. En áttur við sögðum frá því fyrr í vikunni það hefur verið gerðar árásir á sendiráð Ísraels í Kaupmannahöfn og Stokkhólmi. Eitthvað að frétta af því? Já, í dag voru 2 sænskir piltar má segja leiddir fyrir dómara, 16 og 19 ára og þegar þessar árásir voru gerðar að þá sagði sænska ríkisútvarpið frá því að það léki grunur á að Íranir hefðu pantað að þessar árásir skyldu gerðar og nota til þess sænsk glæpasamtök. Og í dag sagði yfirmaður sænsku leyniþjónustunnar að þetta væri alls ekkert útilokað en Dagný Hulda Erlendsdóttir fréttamaður, hún hefur kynnt sér þetta betur og veit meira. Svíarnir ungu voru handteknir á aðallestastöðinni í Kaupmannahöfn aðfaranótt miðvikudags. Stuttu áður höfðu 2 handsprengjur verið sprengdar nálægt sendiráði Ísraels í borginni. Þeir voru í dag úrskurðaðir í 4 vikna gæsluvarðhald. Þeim 3. sem var í haldi var sleppt. Allir neita sök. Sérstakur saksóknari segir ekki útilokað að fleiri séu viðriðnir málið. Þekkt að ungir Svíar séu ráðnir til voðaverka í Danmörku. Á þriðjudagskvöld heyrðust skothvellir við sendiráð Ísraels í Stokkhólmi og sagði yfirmaður leyniþjónustu Svíþjóðar í dag að vísbendingar væru að stjórnvöld í Íran hafi átt aðild að báðum árásum. Þetta væru þó aðeins vísbendingar, ekki sannanir. Då under våren redogjort för hur Iran har rekryterat kriminella i den svenska gängmiljön för att begå våldsdåd mot judiska israeliska mål i Sverige. Sænski dómsmálaráðherrann sagði slíkt algjörlega óviðunandi og að þeim skilaboðum hafi verið komið til íranskra stjórnvalda eftir diplómatískum leiðum. Þingflokksformaður Sjálfstæðisflokks segir vel koma til greina að kjósa í vor og jafnvel fyrr ef því ber að skipta. Dósent í stjórnmálafræði segir söguna sína að það sé óvinsælt að vera í ríkisstjórn en afstaða í skoðanakönnunum geti gjörbreyst í kosningum. Stjórnmálin eru á fleygiferð og það verður kosið til Alþingis í síðasta lagi næsta haust. Í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup mælist fylgi við ríkisstjórnina 24% sem það minnsta við ríkisstjórn frá mælingar hófust. Fylgi allra stjórnarflokkana minnkaði þegar hlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í mars 2022, síðan aftur í október þegar Bjarni Benediktsson sagði af sér sem fjármálaráðherra og tók svo við sem utanríkisráðherra í sömu viku og fylgi VG minnkaði þegar Katrín Jakobsdóttir sagði af sér í apríl 2024. Fylgi Miðflokksins mælist 19% og fylgi Sjálfstæðisflokksins fyrir niður og mælist 14%. Dósent í stjórnmálafræði segir að ríkisstjórnarflokkar tapi alltaf fylgi, sagan 60 ár aftur í tíman sýni að það sé óvinsælt að sitja í ríkisstjórn. Við sjáum náttúrulega í rannsóknum að íslenski kjósendur fara yfirleitt á milli, eru að vinna innan sömu blokkar. Og íhaldsamir kjósendur á Íslandi hafa dálítið verið að flakka á milli Miðflokks og Sjálfstæðisflokks og þetta sjáum við þá kannski sjálfstæðismenn og sjálfstæðisfólk sem óánægt með ríkisstjórnina að færa sig yfir til Miðflokksins sem svona hins íhaldsama valkostsins. Við höfum verið með augun á þeim bolta að við erum með það verkefni í fanginu að taka af ábyrgð ákvörðunir fyrir þjóðina. Þá þarf maður stundum að gefa eftir, þannig að það hefur verið okkar leiðarljós. En fyrir mitt leyti, já að sjálfsögðu myndi ég vilja sjá áherslu sjálfstæðismanna svona oftar. Núna þegar kjósendur eru að taka afstöðu í könnunum þá þetta miklu lausheldnari skoðanir og við getum búist við því að þegar nærdreifum kosningum, þegar kjósendur fara að setja sig meir inn í málin, að þá getur það alveg hreyft fylgi frekar mikið. Svandís Svavarsdóttir sagði í síðustu viku að það færi að hennar mati betur á því að kjósa í vor. Ég held að það geti alveg vel komið til greina en ég held að við ættum fyrst og fremst að fókusa á hvernig gengur okkur að ná fram þeim verkefnum sem nauðsynlegt að ná fram fyrir þjóðina. Ef okkur gengur vel með þau, gott og vel, þá skulum við taka mið af því. Ef okkur gengur ekki vel með þau, þá skulum við líka taka mið af því og þá jafnvel fyrr ef því bara skipta. Vinkonur Bryndísar Klöru Birgisdóttur sem lést eftir hnífstungu árás á Menningarnótt í Reykjavík segja mikilvægt að samfélagið geri breytingar til að koma í veg fyrir slíkt ofbeldi. Það skipulögðu því tónleika til styrktar minningarsjóði Bryndísar sem hefur það að markmiði að styðja við verkefni til að vernda börn gegn ofbeldi. Þessi hræðilega atburði má ekki vera bara til einskis og það þarf að vera einhver vakning í samfélaginu og þjóðinni að svona slíkir atburðir eigi geta gerst og það þarf einhverja breytingu
og líka bara að Bryndís, hún hetja og hún mun bjarga mannslífum í framtíðinni ef þetta mun breytast og það þarf að breytast. En hún var hetja í lifandalífi líka? Já, algjörlega. Þessi hörmulegu atburður, þetta verður í lok ágúst, skólaárið rétt að hefjast. Hversu erfitt var það að byrja skólaárið með þessum hætti? Sko, það náttúrulega eftir slíka atburð þá ótrúlega erfitt að koma sér aftur í rútínu, en það sem einkennir þetta svo það eru allir til í að hjálpa þér og þetta snertir svo miklu meira bara allt samfélagið og alla heldur en bara þá sem þekktu Bryndísi, og það svona það sem styrkir mann og hjálpar mann eiginlega í gegnum þetta, hvað allir eru bara að vilja hjálpa. Það var náttúrulega bara mjög svolítið þungt yfir öllu og bara mikið allir að syrgja, en mér fannst samt líka bara ótrúlega fallegt bara eins og allir mætti í bleiku í skólan og þannig að það eru allir að hlúa að hver öðrum. Kristín Salka var æsku vinkona Bryndísar og þær voru nágrannar frá 5 ára aldri. Hún sá það einhvern veginn góða í öllum. Hún var frábær stórasystir, mjög traust og hjálpsöm vinkona og hún bara vildi öllum svo vel. Hún var sjúklega fyndin og vildi alltaf láta mann hlæja, alltaf fá bros á vör. Það skiptir okkur mjög miklu máli eins og í nefndinni. Það eiginlega bara aðal að hafa þessa minningatónleika í anda Bryndísar og þess vegna völdum við þessa tónlistamenn sem voru hennar uppáhalds. Og við viljum núna líka bara svolítið bara, gleðjast í minningu hennar. Tvennt illt gerir ekkert gott, við þurfum bara þessi hræðilegu atburðir eru búin að eiga sér stað og við þurfum bara að breiða út kærleik núna í samfélagið. Hér í Háskólabíó eru minningartónleikarnir sem stelpurnar skipulögðu við það að hefjast. Síðustu gestirnir eru að streyma inn. Það bleikt þema, bleikur var uppáhaldslitur Bryndísar Klöru og gestir voru hvattir til að mæta í bleiku og miðað við það sem við sáum hérna í kvölda þá virðast flestir hafa tekið það á orðinu. Nokkur af fremstu listamönnum þjóðarinnar stiga hér á stokk í kvöld. Bubbi Mortens, Aron Kahn og Guðrún Ýr Eyfjörð, betur þekkt sem GTRN, og hún einmitt hérna hjá mér. Þú kemur hérna fram ásamt nokkrum öðrum. Hvers vegna ákvaðstu að vera með hérna í kvöld? Ég vildi náttúrulega aðalega bara sýna stuðning og hjálpa til við að safna saman í styrktarsjóð Bryndísar Klöru. Og svo náttúrulega vil ég líka bara raddir vina og fjölskyldu Bryndísar Klöru sem hafa verið að tala um alvarleika og stöðu ungmenna í dag heyrist sem hæst. Og ég vil bara gera allt sem ég get til þess að styðja við fólki sem sér um þetta hérna í kvöld. Einmitt, þú og hinnir sem koma fram í kvöld, þið gerir þetta án þess að taka greiðslu fyrir? Já, við gerum þetta bara algjörlega án greiðslu. Við viljum bara gefa vinnun okkar og hvetjum alla til þess að það náttúrulega uppselt í kvöld, þannig að það er búið að kaupa alla miðana, en við viljum líka náttúrulega bara hvetja alla sem að sjá sér fært að styðja þennan sjóð að leggja inn á hann. Og já, ég er ekki með bankaupplýsingar alveg á hreinu núna, en það hægt að nálgast þær á samfélagsmiðlum og á netinu og annars staðar. Takk fyrir þetta, Guðrún. Já, tónleikarnir eru alveg að hefjast og við segjum þessu lokið hérna í bili áður en að Guðrún og hinn stíga hérna á stokk. Takk fyrir það, Alma Ómarsdóttir í Háskólabíó, rétt fyrir þessa tónleika. Óskuðum góðs gengis. Íshellarferðir eru hafnar að nýju á Breiðamerkurjökli eftir banaslys sem varð í sumar. Vatnajökulsþjóðgarður hefur fengið ábendingar að ferðamenn hafi farið broddalausir í slíkar ferðir. Fyrirtækið sem ræðir segir slíkt ekki eiga að gerast og að tekið hafi verið á málinu. Eftir banaslys í íshellarskoðun á Breiðamerkurjökli í ágúst voru allar ferðir stoppaðar af og áttu ekki að hefjast að nýju fyrir 1. nóvember. Ferðaþjónustu fyrirtækjum á Hornafirði fannst sem verið væri að refsa þeim sem hafa stundað ábyrgar íshellarferðir, ekki á sumrin, heldur þegar það er örugt. Ferðirnar hafa venjulega fengið að hefjast 1. október eftir skoðun fyrirtækjana og öryggismat. Haukur Ingi Einarsson á og rekur Glacier Adventure og er umhugað farsæla íshellarskoðun. Hann tók þátt í að finna og meta öryggi fyrstu hellana sem samþykktir voru þetta haustið. Það liggur áratuga reynsla hjá mörgum af þeim fyrirtækjum sem hafa verið með samfellda starfsemi á svæðinu. Hellarnir eru náttúrulega metnir út frá lögun, inngangi, vídd á milli veggja, hversu ísinn er þykkur fyrir ofan, hversu ísinn er
stabíll til hliðana. Þannig að það eru mjög margir áhættuþættir sem maður þarf að vega og meta og endurmeta hverju sinni. Fyrirtækin fengu að hefja ferðirnar síðastliðinn þriðjudag 1. október í 3 hellum en aðeins þau fyrirtæki sem hafa samning við þjóðgarðinn. Nú þarf að meta öryggið daglega eins og mörg fyrirtækjana hafa reyndar gert hingað til að eigin frumkvæði. Það getur þó fleira gerst en að ís hrynji á fólk. Það getur runnið til og þarf að vera með öfluga brodda. Skýrt kveðið á þetta í samningum þjóðgarðsins við fyrirtækin. Fréttastofa fékk þessar myndir sendar sem teknar voru 1. október á fyrsta degi íshellaferða eftir banaslysið. Leiðsögumaður Marina Travel með broddalausan hóp. Framkvæmdastjóri Marina Travel segir reglu hjá þeim að allir séu með brodda. Þetta sé einstakt tilvik sem búið sé að taka á. Samkvæmt upplýsingum frá þjóðgarðinum þetta litið alvarlegum augum og brotið til meðferðar hjá lögmanni þjóðgarðsins. Útlitið versnar enn fyrir rapparann Sean Diddy Combs sem ákærður fyrir gróft kynferðisofbeldi gegn fjölda fólks undanfarin 30 ár. Rappi sérfræðingur segir að málið geti haft gríðarlegar afleiðingar út fyrir tónlistarsennuna. Þeir eru aðeins örfáir rappararnir sem hafa náð sömu hæðum á Sean Combs eða P. Diddy. Á einum tímapunkti er bara stærst tónlistarmaður í heiminum. Eftir hann gerði I'll Be Missing You eins og fólk kannski mann eftir. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that. Undanfarna mánuði hafa þó komið fram ásakanir ýmiss konar kynferðisofbeldi, fjárkúgun, brot á skotvopnalögum, heimilisofbeldi og nú síðast barnaníð. Fyrir rétt tæpu ári steig kærasta Diddys til margra ára, Cassandra Ventura, fram og lýsti á ofbeldi sem hún segir hann hafa beitt sig. Ventura sagði einnig að Diddy héldi skipulagðar svallveislur, ýmist á heimili sínu eða á hótelherbyggjum, þar sem fólk væri neytt til kynlífsathafna og jafnvel byrlað ólifjan. Diddy notaði síðan myndbandsupptökur af ófögnuðunum til þess að kúga þolendurna. The biggest secret in the entertainment industry that really wasn't a secret at all has finally been revealed to the world. Þetta kemur nefnilega fólki alls ekki óvart. Diddy á heimsfræga og valdamikla vini sem sóttu veislur til hans. Þess vegna telur Daniel að máli geti haft víðtækar afleiðingar. Áhugavert að sjá hvernig þetta mál fer. Og þetta er svo miklu stærra en rap. Ég held að þetta gæti orðið risa stormur, þetta mál. Diddy var handtekinn miðjan síðasta mánuð og situr nú á bakvið lás og slá. Meint fórnarlömb Diddy sem kæra hann fyrir ýmis brot skipta hundruðum og á öllum aldri og úr öllum þjóðfélagshópum. Fjöldi þolenda undir lögaldri og sá yngsti var aðeins 9 ára þegar meint kynferðisbrot voru framin. Diddy kemur næst fyrir dómara þann 9. október og verði hann sakfelldur á hann yfir höfði sér minnst 15 ára dóm og jafnvel lífstíðarfangelsi. Það ekki nauðsynlegt að eiga bakaróp til að baka, allavega ekki ef maður býr á jarðhitasvæði. Í Mývatnssveit læra leikskólabörn sjálfbærni og á dögunum nýttu þau jarðvarma við bakstur. Hvað í holunni? Það rúbjörn. Ofan í jörðinni? Já. Hvenær settu þið það í jörðina? Bara í gær. Horan, hún til að baka. Amma mín gerir stundum og stundum ekki. Einmitt. Krakkarnir á leikskólanum Ýl í Mývatnssveit hafa unnið í nokkrar vikur með grunnþættina sjálfbærni og vísindi. Þar hafa þau spreytt sig á pastagerð og bjuggu til pasta frá grunni sem svo endaði á matadisknum. Næst var komið að útikennslu og því tilvalið að nýta jarðhitann í sveitinni til þess að baka brauð. Eru þið að finna lyktina? Ég finn lyktina úr gasinu. Viljið þið finna lyktina? Þetta er himnesk. Hvað er að núni? Rúbrið okkar. Varst þú að baka? Já. Með bröttu. Hvað ætlar að gera við rúbrið? Orða það í kaffi til honum. Á heimleiðinni mátti svo nýta síðasta tækifæri til að gæða sér á berjum. Og Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins?
Herðu, Kastljósi í kvöld verður helgað svona sígildum löstum samfélagsins, veðmálum og áfengi. En það eru skiptar skoðanir því hvort leyfa í starfsemi erlendra veðmálafyrirtækja hér á landi. Og til að ræða þessi mál þau verða hjá okkur Björn Brynjólfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs Íslands og Pétur Hrafn Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Íslenskra Getspár. Svo í lok þáttar þá tekur áfengið við en í Torginu á þriðjudaginn þá verður rætt fyrirkomulag áfengisölu á Íslandi, hvort þjóðin vilji takmarka eða auka aðgengi að áfengi. Spennandi spurningar. Takk fyrir þetta, Urður, missum ekki að Kastljósi kvöldsins. En nú ætlum við að líta hins vegar til veðurs. Það er vaxandi hæði við Grænland og lægð sem er suður af landinu sem stýra veðrinu hér næstu daga. Norðaustanátt verður ríkjandi og frekar hvasst verður á suðaustanverðu landinu og norðvestan til. Skýjað verður austanlands en úrkomulítið en annars víða bjart veður. Frekar svalt í veðri og hiti verður almennt 3 til 9 stig að deginum en víða næturfrost. En það er Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Íslandsmeistarar Víkings hófu í dag keppni í sambandsdeild Evrópu í fótbolta. Fyrsta verkefnið var að heimsækja Omonia til Nikósía og Kýpur í steikjandi hita. Hreinn úrslitaleikur Íslandsmeistaratitil kvenna í fótbolta verður leikinn á laugardag. Þar mætast 2 sigursælustu lið íslenskrar kvennafótboltasögu, Valur og Breiðablik og nægir Blikum jafntefli. 2 bestu liðin á landinu að spila í þennan hrein úrslitaleik sem er bara margoft verið búið að kalla eftir. Þetta er bara 90 mínútur og þú veist, það er bara að vinna. Íþróttir hér rétt handan hornsins. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Fyrirtæki eigandi á Mývatni telur sig hafa orðið fyrir 20 milljóna króna tjóni vegna rafmagnstruflana í dreifikerfinu í gær. Vel á annað 100 tjónstilkynningar hafa borist. 9 voru drepnir í loftárás Ísraels á íbúðablokk í Beirút í nótt, 7 þeirra voru heilbrigðisstarfsmenn. Átök sunnar í Líbanon héldu sömuleiðis áfram með mannfalli á báða bóga. Flýta má kosningu fram á vor eða jafnvel fyrr ef ekki tekst að koma mikilvægum málum í gegnum þing og ríkisstjórn, segir þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins. Dósent í stjórnmálafræði segir ríkisstjórnarsetu alltaf ávísun á óvinsældir. Bryndís Klara var traust og hjálpsöm og vildi öllum vel, segir besta vinkona hennar. Andlát hennar megi ekki verða til einskis. Samfélagið þurfi að breytast til að koma í veg fyrir ofbeldi meðal barna. Leiðsögumaður var staðinn að því að fara með broddalausa ferðamenn í ísallaskoðun í vikunni. Vatnajökulsþjóðgarður lítur málið alvarlegum augum en fyrirtækið segist hafa tekið á málinu. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má eins og venjulega alltaf finna inn á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verið sæl.